Skattur á steinolíu hækkar áramót til samræmis við álögur á annað eldsneyti. Sífellt fleiri dæla steinolíunni á bíla sína en salan hefur nánast tífaldast á nokkrum árum. Steinolía er venjulega notuð til kyndingar eða sem orkugjafi á sérstaka hitablásara. Í dag nýta hana þó sífellt fleiri sem eldsneyti á bíla, en í sumar tegundir eldri bíla er hægt að nota hana í stað hefðbundins eldsneytis. Það er kannski ekki skrítið þegar lítraverðið á dísilolíunni er tæpar 240 krónur að fólk leiti annara leiða en að dæla hefðbundnu eldsneyti á bílinn. Lítraverðið á steinolíuna er 162 krónur og það getur munað minna þegar fylla þarf tankinn á stórum bílum. Aðrir vilja þó meina að notkun steinolíunar fari gegn skattalögum þar sem ekki sé greitt olíugjald af eldsneytinu, en það á að gera á allt eldsneyti sem nothæft er á ökutæki. Engin viðurlög eru þó við þessu meinta broti. Sala á steinolíu hefur margfaldast frá árinu 2005. Þá voru seldir 118.000 lítrar á ári en í dag eru seldir 1,1 milljón lítra og notendurnir segjast sáttir. Aðeins latari kannski en það er peningana virði. Ég er ekkert að flýta mér. Hvernig datt þetta svona uppálega í huga að fara út í þetta? Þetta liggur í augum uppi. Þetta er bara eldsneyti. Áætlað tap ríkissjóðs af því að ekkert olíugjald sé lagt á eldsneytið er 60 milljónir króna á ári. En þetta er allt að breytast. Fjármálaráðherra mælti í dag fyrir frumvarpi til laga ráðstafanir í ríkisfjármálum. Í því er meðal annars lagt til að skattleggja steinolíu á sama hátt og gas- og dísilolíu. Breytingarnar ganga í gildi áramót.